Jæja, hér er lokaverkefni mitt í vefsíðugerð. Byrjum að því að opna síðuna og kíkja á hana. Tökum niður í þessu og það er sem sagt vefsíða gameskipið USS Defiant. Efnistök eru slík að því að ég hefði aftur takmarkaðan tíma eftir að koma í land til þess að vinna í þessari síðu. Ég var búinn að reyna ýmislegt út á sjó en það hefði ekki gengið því að það var vonlaust netsamband út á sjó í síðasta túr. Og það vill til að það er frekar auðvelt að verða út með efni Star Trek á netinu, þannig að þetta var fyrir valinu. Síðan er nokkuð einföld og það er banner efst og síðan kemur hausinn ásamt inngangi. Svo kemur innan síðu navigation, virkar mjög venlega með gradient hérna og hérna sniðugt. Svo kemur hérna Aside til hliðar ásamt töflum og myndum af skipinu og inn í section hérna megin eru myndir til þess að brjóta upp textan ásamt einu myndbandi af YouTube. Hér hefði ég viljað bæta við meiru af efni, en vannst ekki tími til þess að finna það. Það er neðan og hér neðst kemur svo aftur innan síðu navigation ásamt fæti og external links hérna. Kíkjum svo á kóðan fyrir síðuna. Það er index og main og hérna er hausinn, meta, klásúlan, titillinn, tengingin í main og svo Google fontur hérna. Hér hefst svo body og hérna hinum megin og main CSS er efst normalize skjalið. Það er stórt. Og þar á eftir kemur fontface sem ég ætlaði að nota en það renderaði ekki rétt svo ég varð að gefast upp á því. Það varst ekki tími til að finna út. Ég gerði margar útgáfur af þessum klásulum hér og hún bara einfaldlega vildi ekki koma. Þú kannski getur séð það en það fór úrskeiðis en mér tókst ekki að finna út því. Svo í body, CSS í body, þar er margin auto vinstri og hægri til þess að miðja síðuna. Víddin á síðun er 1680 pixlar og svo kemur hérna fonturinn í shorthand. Það er play, heitir hérna fonturinn sem ég notaði af Google í staðinn fyrir Starnext. Times New Roman og Comic Sans. Liturinn á stöfunum, svolítið bakgrunnsmyndin er lítil stjörnumynd bara sem að hraða sér upp og verður ágætt. Ætla að nota gradient þar til þess að búa til stjörnur á hreyfingu. Fann skemmtilegan kóða fyrir það en þegar ég sett hann upp þá fór öll uppsetning á síðunni í klessu, þannig að ég sá ekki fram á að hafa tíma til þess að finna frekar út til þess að gera það. Það hefði verið gaman en bara var ekki tími til þess. Svo kemur hausinn hérna megin í indexinu og hérna er bannerinn. Hann er með sinn eigin klass til þess að það var, en það var verið á góða stað fyrir því. Það kemur hausinn ásamt ID-inu til þess að gera flakkið, innarsíðu flakkið kleift og setja hérna bold á hausinn,
stafinni litlir. Ég sett ekki stækka stafina en ég satt leggja meiri áherslu á þá. Og setti einmitt líka EM hérna á nöfnin á nokkrum hlutum og á nöfn á mönnum í innganginu. Setti textinn 35 pixla og þannig. Klikkum svo navigation innan síðu. Það listi sem gengur þversum á síðuna. Raða sér þversum upp, notaði til inline að bíla. Já, inline blokk. Þetta raða sér þannig upp. Setti svo hnapp, bjóð til hnappa, þannig að það leit út svona og gradient inn í og skugga á stafina til þess að ekki vandræðilega var á stöðugri hreyfingu hjá mér hnapparnir þegar maður breytti þeim. Það var að gera eitthvað vitleysu þar, svo ég leysti þetta þannig að ég kóperaði bara þennan hérna hluta, færði hann alveg niður og gerði svo breytingarnar sem ég vildi hafa á gradient litunum og border radius til þess að fá þennan effekt. Og svo ID á þetta til þess að fá flakkið. Næst kemur svo section, það bara meginmálið. Haus 2 á það og alla haus eftir það nema í external links, það haus 3. Og þetta allt svona svipað. Hérna inni kemur svo mynd, notaði það figure og class á það og notaði class á hverja á eina mynd, hverja mynd á sin eigin class. Það sem ég þurfti að gera hérna var að ég þurfti að setja bakgrunnsmynd til að fá þennan stjörnurnar kæmi ekki gegn hér inn undir myndinni. Þannig að ég setti hérna þennan dökkgræna lit til þess að captionið væri svolítið fallegra. CSS fyrir það CSS þarna, myndin í texta í section. Og það figure, fig caption, figure defired, figure DS9. Það inline block, border solid og allt það, border radius. Setja margin á það og padding til þess að fá svona pínulítinn dekkri ramma innan í rammanum. Þetta bakgrunnslitin hjá þeim til þess að stöðva stjörnurnar og flótaði þeim sittvart vinstri og hægri til þess að brjóta upp textan. Síðan neðar kemur hérna kemur þetta í iframe til þess að tengja inn í YouTube. Þar bara hefðbundin iframe, 250. Þetta bara kóði sem ég tek beint frá YouTube. Það fæst ekki ástæða til að breyta honum. Setti hins vegar á hann CSS til þess að fá hérna ramman. Notaði svipaðan ramma og í myndunum.
Hér svo neðar, líkur svo section hlutanum og þar kemur að site sem ég notaði hérna fyrir. Hér og hérna voru myndir og töflur og hefði haft hug á því að bæta við efni hérna niður. Það varst ekki tími til þess. Nóg af myndböndum þetta skip og fullt af myndum og fanart og ég veit ekki hvað sem hefur verið skemmtilegt. Áfram þá með kóðan. Þetta sem staflan og svo kemur strax mynda eftir henni sem fylgir hérna tækniskýringum á skipinu. Þar kemur svo strax eftir önnur tafla sem ekki eins falleg eins og hinn, með misbreið og ég hefði kannski verið sniðugt að fara hérna í að sameina töflur þess að gera þessar hluti lítið betur út. En eins og ég segi, ég hefði að var markað í það. Svo setti ég á það CSS og það voru minniháttar breytingar frá því sem ég fekk út úr þokkalega sáttur við það sem var frá Normalize og svo myndin fyrir neðan. Ég setti aðeins öðruvísi ramma á hana, aðal myndin af skipinu og tvöfaldar border og border radius að vísu bara lítinn, en hafði margin minna hérna fyrir neðan því að textin undir hérna fór mjög langt niður þegar ég hafði saman alla hringina, þannig að ég var að breyta. Svo hérna höldum við alltaf niður og hér líkur að site. Þá kemur nav innansíðu navigation sem neðan section og allt saman. Kemur hérna neðst á síðunni. Þetta að nota hérna. Þetta að nota einhver staðar hvað það heitir. Clear both til þess að koma að site upp og fót fætinn niður. Svo kemur, já, þetta bara sömu takkar og ég notaði uppi. Þeir eru bara að virka. Hérna hef ég eftir að ég tengja inn þetta myndband sem ég að taka upp. Og síðan kemur fóturinn, já. Setti það bara minniháttar texta og mail to. Það mikkaði textan á því, já. Það er 12 pixlar texta og 70 pixlar margin, border, top 5 pixlar border, saman lit. Já, hérna einmitt clear both sem ég var að tala fyrir þaðan. Og það vítina hér 100%. Þess að fylla út síðuna. Síðan kemur hérna external lekkirnir. Það inn á síður sem tengjast þessu blessaða skipi og Star Trek. Svo kemur hérna nav external. Það var til þess að búa til kassan utanum external lekkina neðst í fætinni. Hérna kemur svo eitthvað. Svo setti ég hérna, já, hérna síðan tónlistin, setti hana neðst í fótinn. Sett hana upp, byrjaði að setja hann í hausinn og hérna í efst, en það hafði eitthvað skrítir áhrif á texta og annað, svo ég færði það hingað niður í fótinn, það sem það virtist ekki hafa neina áhrif. Það myndi vera bakgrunnsspilun. Já, nú vil ekkert meira þetta síða að segja, en það eru þessar 15 mínútur búnar.